Endurnýjanleg orkuvinnsla, það orkuvinnsla með endurnýjanlegum auðlindum eins og vatnsafli, jarðvarma og vindi. En sjálfbær orkuvinnsla, það hvernig þú rekur þessa auðlind. Og það þýðir að við erum ekki bara að huga efnahagslegum ávinningi, heldur líka að samfélaginu, á svæðinu og umhverfinu. Við erum stödd hérna í stöðvarhúshelli Fljótsdalsstöðvar og hérna aftan við okkur eru vélarnar okkar 6 og uppsetta afl þeirra eru 690 megawatt og þetta náttúrulega klárlega flaggskipið okkar í raforkuframleiðslu. Þessi 10 ár sem við erum búin að vera í rekstri hefur reksturinn bara gengið mjög vel og uppitíma véla í kringum 97%. Það mjög gaman að vinna hérna. Það ekki bara umgengni og það allt fínt og flott hérna. Menn tala þess að koma inn heimsókn að það rosalega hreint inn og fínt og vel gengið og við reynum að halda þannig. Vinnustan aldrei betri fólki sem á honum og hér bara mjög gott fólk og það sem gerir hann vinnustan góða. Já, margir gera sig ekki grein fyrir því að við erum kílómetr inn í Valþjófsstaðafjalli þar sem að stöðvarhúsið staðsett, allar vélar. Ég starfaði hérna hjá Arnarfelli upp í Kárahnjúkum. Það sem hefur breyst aðalega umhverfið. Það er búið að græða upp í kringum öll mannvirki þar sem áður var grjót og möl og hólar á hæðir og jafna út og fella meira inn í umhverfið. Það alveg ljóst að þessi framkvæmd hún breytti rosalega miklu hérna. Meginverkefni mín hér í Fljótsdalsstöð snúa að umhverfismálum og sem dæmi umhverfismál þá eru það til dæmis áföll upp við Hálslón og við verðum að passa mjög vel upp á gróðurinn, að hann skemmist ekki. Það eru gríðarlega mikil uppgræðsla sem við höfum staðið að. Við erum búin að vakta lífríki hérna í það bil 10 ára tímabil og það að safna skífulegt magn af upplýsingum sem hægt að nýta til þess að skilja betur þróunina, ekki bara lífríkisins, heldur líka samfélagsins á svæðinu. Þar erum við með ýmsa málaflokka. Það eru til dæmis bara íbúaþróun, samfélagsmál, það grunnvatnið og það eru rennsli í ánum og reynda að kortleggja það hvaða áhrif þessi stóra framkvæmd myndi hafa á samfélagin umhverfið hér fyrir austan. Síðan það bara samskipti við fólk á svæðinu. Við viljum eiga gott samtal við fólk og málið nú bara það að samskipti sem við eigum þau eru mjög jákvæð og góð. Við alla aðila get ég sagt. Orkuvinnsla með endurnýjanlegum orkugjöfum mikið framlag til loftslagsmála í heiminum. Ef við erum að taka orkuvinnslu með kolum eða olíu þá þetta á bilinu frá kannski 700-800 og yfir 1000 grömm CO2 ígildi á kílóvattstund. Hér í Fljótsdalsstöð kolefnisspólvirkjunar einungis 1,5 grömm á kílóvattstund. Og ég held að það sé bara mjög erfitt að finna nokkur staðar í heiminum eins lágt kolefnisspor fyrir orkuvinnslu. Nú þetta orðin 10 ára saga og ég held að sé alveg hægt að segja það að reksturinn hefur gengið mjög vel. Hvort við erum að horfa með tilliti til framleiðslu á rafmagni eða öðrum þáttum sem tengjast rekstrinum. Kárahnjúkavirkjun var auðvitað mjög stór framkvæmd sem hafði mikil áhrif á umhverfið en einnig á samfélagið hér í kring. Það gekk á ýmsu hérna og það sem við erum að gera núna þá byggjum við á reynslunni héðan. Við höfum lært að við getum unnið svo óendanlega miklu betur. Að við vitum að við getum alltaf gert betur og betur.